Ok, ég búin að skipta skoðun þá ætla ég að vera með svona nammipoka bara hérna og sem bara stinga að gefa fyrir heimilislausa mannin Já, svo hann kemur nær mér eða veistu eitthvað kannski freka vera með þú veist pela eða eitthvað Já. Hérna hvernig langar ég drikk og svona stingar svona bla 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 kannski líklega við pela heldur en einhverja hlaupbangsa eða Haribo Nei takk, please hvað það er Góðan og gullfallegan dag Ég sit í mínu sæti Já og þú sitir þínu sæti Ég í mínu sæti eins og vanalega og Þröstur ekki í sínu sæti Nei og við fengum gest Ekkert smá mikið uppgreitt Sorry Þröstur Herbyggið var bara fallegra 100% Krissa er komin aftur maður Hæ Velkomin Krissa Velkomin aftur Takk fyrir Hvernig hefur það? Rosa gott Það ekki? Jú, alltaf gaman að koma til ykkar Ekki að hafa þig sko The honor is here Nei, honor is mine? Já What else? Það er hættur að nenni sig Það var bara whatever Hvernig var helgin? Verslum að helgin hjá okkur? Hvað geggjöð? Já, hún var bara fín Hvað gerir þú, Davíð? Ekki raskat Nei, það var raskat lítið Nei, hérna frænka mín var í heimsókn frá Nóri með stelpunna sína tvær og við fórum í Ústræðgarðinn og eitthvað svona þess fórum bara eitthvað enda flakk í bænum Já, bara fór svo Spiderman bíó Geggjuð helgi, sko Já. Svona rage, bara yes Já. Hvernig varstu Spiderman? Mjög svona geðveik, sko Krissa, hvað er með mækina aðeins nær? Halló? Atnerti Já, mjög svona geðveik, sko Já, ég fór hana þriðjudaginn, mér finnst það mjög góð Já, mjög góð Ég misti bara alla trú á Marvel hann á tímabili Já en hún var ekki Spiderman er búin að halda dampið svolítið sko. Já, ég veit það Algjörlega, enda bara mölvaðan allar budgetdölur og eitthvað Já Þannig að búið að ganga svakalega vel Hvað var breaking pointið hér á Marvel? Lítist Thor Var það Thor and Lover? Nei Love and Thunder Já, alveg Thor Lover Getum við mynda okkur svona nafna okkur klámmynd Ég var einmitt að hugsa að þetta er eitthvað hjálpatæki ástæðlýsins eða eitthvað Thor Lover Mjölnir The biggest dick in the world You are worthy Alla dildóma Hello, I'm here with my hammer Hvað erum við komið langt í þáttinn? 2 mínútur Ok Geðvegt Gott að hafa einhversa Var þess að björna Grissanlega Og var það ekki Marvels sem það Marvels alveg eðilega mitt Sko, það er bara allt frá Avengers Já, Endgame Já, bara allt eftir það er búið að vera rusl Já True og þegar ég reyndi að horfa hann að She-Hulk þættina Jesus Pétur Þegar hún byrjaði að tvörka Þetta var svo vond Þetta er bara allt vond líka sko Sá sem er að skrifa þetta bara okkur er þið að láta hana tvörka fyrir hvern er þetta? Bara ég löffræði ykkur síma buri Já, ég skila þetta á ekki að vera of alvarlegt en þú veist, það þarf ekki að fara í eitthvað svona til þess að þú veist, það er, já Þetta er alveg það var sko sund sem ég ákvað bara ekki að horfa á eins og einmitt She-Hulk og eitthvað svona, bara ákvæðið bara tók ég ákvörðun að hára ekki á það og svo einmitt, já, svo eru samt alveg myndir sem það svona verður að horfa já, einmitt en eru bara rusl sko. Ég horfði ekki heldur Black Panther 2 sko Ég búið að koma út Black Panther 2 Já Ég mista því þá Þá er systirinn orðin Black Panther sko. Já Og síðan koma Ironheart inn í þetta einhver stelpa sem var bara superklár og bjóð til Iron Man búning fyrir sig og eitthvað Var það bíómynd? Já
Wow, ok Já. fór alveg fram hjá mig líka Ég slökkt á henni sko. Já, Ok. Ég var bara, oh my lord Já, bara, oh my lord En það sem fylgdi mæli hjá mér var Marvel sko. já, það var bara ekki gott Sástu Marvels? Nei, ég sleppti henni. Nei, út af því að í myndinni þá fara þau sko í snú stelpunar Já, og þær fara að kasta bolt á milli til að sko synchronise their powers já, maður eitthvað bara snú bara, er þetta að djóka, snú Já. veist, það voru einhverjum konur fengnar til að gera myndina Já. skrifa myndina og þær voru, þetta er fyrir konur stelpur, hvað fílar? Snú, kasta bolt á milli og kettlingar já og klæða sér í kjóla og söngvamyndir og eitthvað Já, var ekki jú. okkur plánutu sem allir sungu Nei. jú, þær fóru á plánutu og þau gátt ekki tala, þau bara þurfti að syngja og þær voru bara, oh my god, hvað er þetta? Og sér bara kom prinsinn og gerði svona sprinkles yfir Captain Marvel og hún breytist í kjól og fór að syngja með þeim Og var true story Var þetta bara gefið út? Já. Þetta er hræðilegt. Já, og síðan sko það sem var að gerast á skipinu Já. það voru fullt af kettlingum út allt en það voru geimverur sko, sem voru að geta eitthvað fólk bara fullt af kettlingum og Sæti kettlingar að geta fólk. og komið svona tentacles út og Ok, Já. þeir reynda myndu geta drepið mig þá. Úst, ég var svona, kúsi. já 100% Ég er alveg sakkar sko já. en já, það Ok, þegar ég heyrði þetta þá var ég bara, ég verði að sjá þetta og ég var bara oh my god sem vondi kallinn er kona og hún, veistu það maður sér að hún sé vond sko þannig með svona grill í tönnunum Já. maður er menacing bara hræðilegt sko ég mannaði til að horfa á hann í kvöld bara til að sjá hvað Hversu vond þetta er? Já, þetta er versta mynd sem ég sé Ok. þetta fór bara, börm á listaminn sko algjörlega Get ekki beðið. Já Þetta eiginlega er bara svona áratug af Já. Marvel-myndum fyrir manni einhvern Þetta var búið að vera ógeðslega Já, geðveikt. og bara betra og betra og betra Já. alltaf Já. ógeðslega spennandi en þú veist algjört flop sko Já. en hvernig var samt helgið þín? Heyrðu, hún var mjög góð. Ég var í bústaðurum og flúðum og það var bara svona, við vorum með okkar eigin útihátti, vinir okkar, þú veist, kom með hjólisinn sín í garðinn og vinir systir minna kom með sitt át og það voru bara fullt af börnum, við vorum með 7 hunda, það var bara geilaslega gaman. Ok, eitthvað gott öður Geggjaviður, Ok, nice fórum á traktortorfarna og vinir okkar sem sagt er að taka þátt í traktortorfarnu, Já, ok þannig að það var ógeðslega mikið stemning með 3 traktora. Wow hvað svo, traktóra torfarinn Já, og er þetta sem sagt traktorar að keyra hún í á og eftir einhverjum svona braut og eitthvað. Alveg, þú veist, voru örgulega 10.000 manns eða eitthvað að horfa á þetta. Damn náttúrulega traktor að fara á sko 10 km En þessir eru með gas og allir alveg svona. bara Já, þetta er Fast and the Furious Já, traktor og þeir setja gas og eitthvað drasl í þetta, sko. já, svona nitro eins og Paul Walker Já, Já, nákvæmlega en þetta var mjög skemmt. Já, ég sé glessur svona myndbönd af svona þetta lítur út fyrir að vera sjúklega gaman Já, sko. þetta er mjög gaman. Já, ég trúi því, ég Já, var alveg til í að fara á svona eitthvað Já, Og svo var alveg, þú veist, gott veður og svona, þú veist, og svo sjást ekki á mér. Ég verði aldrei brún. En það var alveg þú verður aldrei brún sko aldrei. Það bara, ég var í, veist, alveg svo ég hafi verið í ljósum sko ég veit það. ég var bara sölunum í 2 daga geðveikt sko já, og náttúrulega Ítalíu líka þar áður já, það er svona búið til base Einmitt. Ég var líka út í Flóriði 3 vikur. þú Það var þetta slæmt sko hún var í 3 vikur í sól sko Já, akkurat og Þetta bara, ég er alltaf eins og vampíra, sko. síðan við fórum alltaf upp í sumumbústað eins og vanalega og Já, fólk var að hlaupa og allt þetta byrjum alltaf að hlaupa Já, þau voru náttúrulega mjög duglega að hlaupa. hvað var aftur, 10 kilometrar? nei, það er óléttur hlaupið Já, alveg rétt sko, Ólíkt hlaup. já, það er heilt hlaup er svona cirka 19 kilometrar svona, veist, bara svona létt en þú getur farið 10 kilometra en það kallast óléttur hlaupið út af því að Þórun var ólétt af Þórdísi sko, Já. þegar hún hljópið þetta maður er ekki að leið síðan kemur nýtt fólk inn í fjölskyldina bara, veist,
ólíftur hlaupi 10 km, Þórunn alveg með bumbuna Sporty Spice sko. Já. En ég hljóp ekki, ég var eitthvað illt í hnjánum og eitthvað, auðmikið en það var geðveikt veður og sem keyrði ég bara heim og varði einn heima í 2 daga geðveikt Það svo næs Ég held að ég myndi skjóta mig sko en, veist, ég var eitthvað bara þetta bara heldur næs Já. Ég var bara Það horfa eitthvað skemmtilegt Nei, sko, ég hefði skotið mig ef það hefði verið rigning. Já. Það hefði ég verið eitthvað bara kill me now. En það var sól, þá var ég bara geðveikt, sko. Vakna ferskur og bara það, veist, þótt að þetta heitir búblur og bjórn. Það er lítið af búblum og lítið bjórn núna, sko. Já. Davíð og ég það er smá pása, sko. Já, ég bókstala með, sko S.A.A. bókina mína Svo notebook frá S.A.A. Nákvæmlega Einmitt á blaðsíðu alveg do not drink Já, akkurat Seriously, do not drink Ekki laust á Birki Ekki gera það sem Birki segir Nei, ég er að, veist Já, ég veit að ég stið þig, sko Já. Ég bara, veist, ég fekk mér ekki neitt þetta, ég var bara, ég fekk ógeð senast þegar við fórum á það er bara svo ógeðslega gaman hjá okkur alltaf að þú veist, við ætlum bara í dagdrykki og fara heim snemma og þetta endar í 12-13 tíma djammi, sko. Ég veit það er út af því að þú og maðurinn, Robby þið kunnið ekki að stoppa, sko ég veit það er bara svo gaman, við viljum bara soga allt líf Já, ég er ennþá að jafna mig, sko I had no life after Nei, akkurat Krissa bara, þetta var geðveikt, ég leið, oh my god það var ógeðslega gaman þetta var reyndar mjög gaman, en ég ætlaði að fara þarna eitthvað 11 þú bara hálftíma í viðbót sem urði 2,5 tíma eða eitthvað Krissa leið það var rosalegt litli djöðlinn og öxlinn eftir það var ég bara ég kom með ógeð það verður pása svona fram í september síðan næstu helgi whoop, whoop. Veist, það þarf bara eitt símtal frá honum það er bara, ok, til það þarf svo lítið til efnistundum sko. ef ég hringi í hana bara hæ, hún alveg, hvað er að gera það er mjög gaman, sko ég er allavega í pásu í bíli ég nennis ekki það hugsa heilsuna og það er svo erfitt dagarnir og eftir, sko ég veit það þú saknar þessi ekkert að drekka nei. Ég veist, ég er svo fegin að vakna bara ekki með hausverk eða eitthvað við reyndar eins og helgina, þú veist, við byrjuðum alltaf morgunin á jagarskoti og svo, þú veist, var maður bara svona að södra, þú veist, bara eitt bjór þarna, þú veist, maður var aldrei fann aldrei á sér, þú veist, þetta var bara svona södr, það var mega næs Já, það er dagdrykkjan, sko þannig, veist, þegar við, veist, ammalunum mínu alltaf þegar við vorum með það, þá var alltaf bara vakna, mimósu eitthvað bacon, geðveikt Þórunn alltaf bara klukkan er 9:30 maður er ekki að lifa ef maður ætlar að gera þetta rétt eða ef þú ætlar að gera eitthvað ránt gera það rétt ég meina, ég spyr mig alltaf af hverju er þetta acceptable á Spáni en ekki á Íslandi að byrja bara á barnum klukkan 10 morgunin ekkert aðeinslegra en ef maður gera það hérna á laugardegi í góðu veðri og eitthvað svona í sumafríi þá er það bara eitthvað, jú, problem þú veist, ég skil ekki okkur það er sól, þú ert frí þú ert heima hjá þér, allir ekki að gera neitt bara út af svölum en það bara hún er ekki orðin 12 maður er ekki 12 einhverstar judgy sko. nákvæmlega, ég meina, svo sést ekki dauður bara klukkan 1 daginn eða eitthvað ég meina, þú veist, þú heldur bara stínu striki og stekta þessu nákvæmlega, skuttlabönnum til vinnarnir sína nei ekki staðis ekki eðlilega kannski við ætlum að ræða morðingja því að ég spurði þig, Krissa hvað þú myndi vilja tala mest þú elskar ég væga sagt þetta er vandræðalegt sko. ef einhver deyr og þá er Krissa nice, segðu mig hvernig hún er afhaus með hverju þetta er alveg, þú veist mér finnst vandræðalega spennandi að lesa allt þetta og skoða allt þetta og þú veist, ég lesa alla krupningaskýslur og allt saman, þú veist þetta er deep dive bara já, mér finnst þetta sjúklega skemmtilegt sko.
Sí. Þú ert á skilorði sem sagt núna Já, Nei, Þú veist, við líka, þú veist vorum í roadtripi, sko, þú veist, í Bandaríkjunum núna í sumar og ég var alveg, Robby, hvað heldur þessu mörg lík þarna? Þarna væri geðveikur stað til að finna lík. Þetta aldrei finnast. Það er morbid, ég elska finna við þetta ég stundum hugsa þetta líka svona. Veist, ég var að skokka í Ítalíu og í einhverjum algjörnum skó og sem var svona, veist, svona kliff niður og veist, fullt af og ég er leið einhver dettið þarna óvart Já, einmitt þá væri hann bara getinn og bara myndi ekki finnast Já, þetta er Akkurat nefnilega áhugavert Ég veit það Hefur þú aldrei hugsað þetta, Davíð? Davíð alveg, every day Já Líka bara, þú veist ok, hljómar ógeðslega ránt en þú veist, ef að þið myndu drepa ykkur hvernig myndu þið drepa? Þú veist, án þess að það myndu komast upp Sko, Já á þess að komast upp Þetta er orðið trikki núna sko. Það er svo mikið að myndavélum út allt Já Þessuna eru svona lítið af hraðmorðingjum í dag sko. Já, og það líka eru samt víst bara einhverjir hundruðir bara í Bandaríkjunum sko, aktífir Já Akkurat, það er alveg spooky sko, þú veist, það er bæði myndavælar og rekja farsíma og annað skilur og kreditkortagreiðslur og allt svona skilur, ég menna þetta er allt svo auðvelt að rekja nú til dags Já, einmitt Ég held ef ég myndi drepa ykkur þá væri það ábyggilega bara í ykkur svona brjálæðiskasti í umferðinni eða eitthvað þú veist, eða ég myndi stinga einhvern í IKEA þegar hann gekk ekki frá eftir sig í matarbásnum eða eitthvað þú veist, það væri örugglega eitthvað svoleiðis eitthvað svona skyndibrjálæði bara sem að með brauðnýpnum í Já, nákvæmlega, kannski ekki hætt fucking pilsubrefin í ruslið stungjan taka hérna peru, sitja að vittlausa stað þetta var ekki að vera þarna svona tjekk nákvæmlega, ég var líklegastur til þess sko, bara að missa stjórn á mér eitthvað staður í röð eða eitthvað en er það ekki það bara stundabrjálæði? Jú, ég held það náttúrulega myndi það ekki lækka dómiðin? eða er þetta sanna Jú, sko, það væri ekki, þú veist ekki yfirlögðu ráði ekki manndrápa yfirlögðu ráð það væri bara en ertu að tala um þá að drepa einhvern á þess að vera náður eða þá bara, á þess að vera náður ok það er ég myndi örugglega að vera búin að tala við einhvern og síðan bara veist láta hann gera þetta nei, við fórnarlambið nei, ég veist jú, kannski veist legumorgi sko. það veist ég veist don't get my hands dirty sko. Nei, einmitt það var kannski þannig sko. Já. Ég myndi alveg að drepa einhvern heimilislausan sko. Eða sem engi myndi sakna Já, true, herði sko, þú mátt nefnilega alls ekki tala við hann þú mátt helst ekki þekkja manneskjuna sko. Nei, það má ekki vera neinn tenging sko. Akkurat Ef þetta er tilefnislaust algjörlega þá er minni líkur á að finnist Ok, ég er búin að skipta skoðun ætla ég að vera með svona nammipoka bara hérna og sem bara stinga að gefa fyrir heimilislausa mannin svo hann kemur nær mér eða veistu eitthvað kannski freka vera með þú veist pela eða eitthvað hérna langar ég drikk og svona stingar svona bla 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 kannski líklega við pela heldur en einhverja hlaupbangsa eða Haribo nei takk please hvað það er bara I'm bad at this Krissi, hvernig myndið þú sko, ég er nefnilega verið að hugsa þetta og hérna, þú veist, ég myndi gera eins og hann að kæra svona Dexter með hann að jurtina veitu hvernig var það eftir? Hún notaði einhverja jurt sem hún setti bara í smúðín þetta er einhverja eitru jurt og þú veist, svo bara gaf hún gæjanum smúði, skilur og þú veist, það var ekkert að reykja það því að dánarórsöngin voru náttúrulega en þetta er mitt munurinn á kollum og konum ef að Robby hverfur einhvern tímann eða deyr að það á náttúrulegum ástæðum látum við vin okkar þá getur við hérna heyrt í vin okkar sem er að krifja og bara þú krifur hann annars segjur að það sé ekkert annars vitum við alveg sko Þannig að við alveg að þú veist ef að það gerist þá áttan það pottet skilið samt Já, nákvæmlega Leið þeir ekki að horfa á Montreal Hill eða eitthvað Já, nákvæmlega
nákvæmlega fucking bastard Já. Það skil smoothie Einmitt. en það er svo mikið á konum sem hafa verið að myrða og það er meiri parturinn er eitrun Já, það er bara þetta er svona það er svona yfirleitt þeir eru ekki í þessu suppulega dóti. Já, ég tók saman það mér finnst svolítið fyndið það hérna við tölum með morðingja það er alltaf talað um kallana sko Já, og ég tók saman fullt af konum sko svona fullt af konum en frá því 1800 og til dagsins í dag hvað haldið að hafi séu margar hérna svona raðmorðingja konur frá 1800 frá 1800 10 Krista 17, ok það eru 300 til 500 konur Wow í alvörinu, maður heyrir ekki þær þú Nei. veist, ég veit bara Eileen hana, sem verður í næsta hana Monster hana series á Netflix Já. En sko hérna hún er bara hérna svo frægasta sko Já, en þetta eftir þetta var ég bara herri, ég verið að kíkja aðeins á þetta og it's a shocker að ég taka fyrstu já, Já, herri Mikulu já Aha. hún er frá Japan Já, ég get ekki einu svona lesið þetta Miku Isuku eitthvað í þeim dúr leifa það bara sjáðu nafni já, ok, Já. þetta er ekki bara lesblinda mín heldur I'm butchering this name Þetta er útlenska. Miku Chugusus eitthvað, japansk ljósmóðir Já, sem tengdist dauða fjölda ungra barna og þetta var frá 1944 til 1948 þá var hún að myrða unga börn já, Jesus 85 fórnunum vá Oh my god allt börn, já, Bara á vöggudeld bara Vöggudeildinni. Já, bara ljósmaður og Já. þess að svona, nei þú mátt ekki lífa Jesus Nei. Christ 85 shit og þetta er bara byrjunin á konunum sko já. Og það er náttúrulega ekki inn í þessu til dæmis alla nunnurnar á Írlandi og þarna sem að voru að drepa börnin nei, örugglega ekki nei, ég er ekki með nunnuna Veitu, hvaða, það do tell í kaþólska dótinu já, þarna í Írlandi og þar Já. það eru bara fjöldagrafir af unga börnum af því að konur Já. mátti ekki eignast börn þú veist, utan hjónabands og svona Já, þannig þær bara, þú veist tóku konurnar að sér, létu þær fæða börnin og svo bara drápuðu börnin og henduðu mig einhvern skurð praise Jesus Já. What the fuck? Bara fóruðu sér bara í og voru bara, herði Já, barnið er farið á góðan stað þú veist, Já. þá átti barnið að fara þú veist, vera ættlitt eða eitthvað en út af því að í katholísku þá ef þú hérna ferði í svona búð já í confession eða svona Já. játningu Já, og þá verður Já. þú gerðir ekkert neitt rátt sensaði syndir Já. Já, hann fyrirgeðir bara great aftur á morgun já, nákvæmlega. Já, akkurat praise Jesus Nákvæmlega En hvað ertu með fleira? já, herriðu, sjá, síðan er ég með sko hérna Elizabeth Bathory þetta er ungversk hún er frá Ungverjalandi Ok, sko, þetta er erfinöfn sko já Ha, þetta er ekki bara ég herði þetta er svona eins og frægasta raðmanningja kona í bara sögunni þetta er frá 1590 til 1610 Wow. þá myrti hún 650 Ha? Fuck, á 20 árum já, Holy crap já. Hvað var hún að gera? Hvernig var hún að drepa? Bara alla? bara svona sladraði maður Það er eitthvað 30 manns á ári eða eitthvað já, Shit, hún hefur verið upptekinn þú veist nákvæmlega Elizabeth, er þetta að fara út? Já, aðeins Hún hefur verið með svona engrisjus eins og Davíð já, nákvæmlega Já, akkurat Býð eftir brauðinu og bakar hann bara já.
hann, opið starf hjá þessum bakar og læknirinn og nágranna fólkið farið líka oh my god maðurinn hann bara, hvert allir að fara hún ekki alveg, I don't know það er 1590 við veitum það ekki nei, en þarna er tíminn til að vera raðmörgi sko. Já, þarna var ekki þetta reikinni, það var ekki DNA-vesen og ekki neitt nei, sko. Bara, en vonda við það þú veist að lappbókislega lengi þú veist, Já, já, það er svo lampa tilbaka já, já, en þá hefur þetta verið bara veist, í þessari borg sko. já, einmitt Þetta er bara 800, nei 600 já, 650 manns. það eru meir en 2 á mánuði sko. Vá ef að quick math er í lagi hjá mér 2 á mánuði það er easy já, örglega þú veist, ef þú ert að ferðast eitthvað Já, veist, en það var ekki sagt hvernig nú var veist, ég held að þetta er bara alls konar já þetta er þú með einhver morð ekki? Síðan held ég bara áfram já sko, ég á náttúrulega svona uppáhaldsmorðingja sko, eða svona uppáhaldsmál ok, ekki morðingjana ég er ekki alveg cray sko. Þú veist ekki að senda honum fanmail og eitthvað Nei, ok þú veist, það er ég er til dæmis obsessed á einu máli sem að er Idaho Murders í Bandaríkjunum Já, það sem er þetta ekki það sem kom einhver gaur inn Jú og fór á neðri hæðinu og myrti einhvern Sko, þetta voru sem sagt þetta var 3 hæða hús og bjuggu sem sagt 2 stelpur á efstu hæðinni 2 stelpur á miðhæðinni og 1 stelpa niðri Já. Og sem sagt það kemur maður inn nóttina, þau voru öll búin að vera að djamma, það eru svona college kids og hann kemur inn fer á efstu hæðina, drepur þar 2 stelpur og sem sagt stingur eina 30 sinnum, hina sko beran og kirkir og stingur eitthvað 50 sinnum eða eitthvað, fer síðan niður og drepur þar stelpu og strák og stelpan er með mikið sem sagt mikla svona varnaráverka og svo leis og svo fer hann og sem sagt önnur 5. stelpan er á næstu hæðinni þá já það er sem sagt 1 stelpa lifandi niðri og 1 stelpa á miðhæðinu og hún sér hann labba út og þegar hún sér hann fara þá hleypur hún niður og þær bíði 8 klukkutíma með að hringja á neðalínuna það er bara svona hrættar að hann sé einhvers staðar ennþá eða já maður veit ekki þetta er mjög þú veist, þær hafa ekki gert neitt en það var þrifið þarna What? Já og þessi gæi á að hafa gert þetta allt á innan við 8 mínútum ok, veist, þú hleypur upp síðan þú veist að stinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 þannig á að hafa skilur keyrt inn götuna, lagt farið inn, myrt þessa 4 og byrjaði að keyra í burtu allt á 8 mínútur 8 mínútur eru drullant sko. En stinga eitthvað 50 sinnum, veistu hvað það er erfitt? Já, það er rosalega erfitt en þeir náðu sem sagt þessum gæja Brian Koberger og það voru 8 að vera réttarhöld ég var búin að vera geðspennt yfir réttarhöldunum af því að það var svona gag order þannig að við fengum ekki að heyra neitt ok, þú eitthvað bara Robby, ég er ekki búin að heyra neitt bara búið að vera mjög erfitt en það sem sagt fannst hnífaslíður með fingrafarn hans og síðan eru þeir með þú veist bílinn og eitthvað þú veist og símagögn og hann á endanum sem sagt tekur svona plídíl játar að hafa myrt þau og það er svona smáa gögnum búið að koma út og eitthvað svona og núna er sem sagt ár síðan hann játaði og hann var að taka játningunum tilbaka þannig að ég mögulega fæ réttarhöld ekki fjölskyldu fórnarlamb það heldur við sko geti ekki ímyndað eitthvað hvað ég er búin að eyða mörgum klukkutímum í að horfa á þú veist, þannig að body cam footage á löggunni og lesa öll þessi skjöl og þetta er bara rosalega vinna Já, ég maður að heyrta hvað aðeins þetta Já, þetta er mjög áhugavert mál þannig að ég er með alveg nokkur svona þú veist, svo Chris Watts Chris Watts var það er rosalegt sko
Sko, þetta finnst mér svo skrítið þegar það, veist, svona á svona morðmálum og veist, hann með, veist, mistress, konuna sér ólétt og hann 2 stelpur og eitthvað skildu bara nákvæmlega, þú veist, konan hans var ólétt líka, sko já, hún var ólétt, ekki mistressið og að vera bara, veist, ég nenni ekki verið helgapappi já, og líka bara þetta var ógeð veist, þetta er sem sagt gæi sem að fór að halda fram með konunni sinni með einhverju gælu sem hann var að vinna í svona oljufíld þannig og sem sagt myrðir konuna sína og dætur sína 2 Jesus. Og þær voru held ég 2 og 4 ára eða eitthvað og hann sem sagt fer með þær 3 hjá oljutönkunum treður börnunum sínum ofan í oljutankin og hendi konunni sinni í svona bara þunnan hann brýtur þær já, hann þarf að brjóta þær til að koma þeim ofan í sko, dætur sínar og séðan bara shallow grave á konuna og það verst, þetta er viðbjóður sko, en það versta er hann drap þær 2 þú veist, hann sem sagt er búinn að segja núna að hann áður en að hann drap konuna sína þá fór hann inn í herbyggi til dætur sinnar, kæfði þær með kottunum og hjaltar varu dánar báðar fyrir inn og drepa konuna sína svo koma þær lappandi dæturnar inn í herbyggi þannig að hann þarf að drepa þær aftur og hann gerir það, hann tekur þær í bílinn það er vídeo þar sem að þær sjást lappa inn í bílinn eða hann heldur á þeim og setja þær inn í bílinn og mamma þeirra liggur á gólfinu dáin og hann keyrir í 45 mínútur með þær í aftursætinu nóttina og síðan kæfir hann aðra og það síðasta sem að eldri dóttirinn segir ætlar að gera það sama við mig og þú gerði við systur mína og hann bara, já og svo treður hann þeim að hann ofan í þetta sinni í fangilsi hann bara eitthvað herri, ég fann Jesús já, hann er frelsaður og hann er náttúrulega segir fyrirgeðu við Jesú það var allt í góðu ég vona bara Jesus finni hann í sturtunni einhvern tímann já, nákvæmlega misti sápuna já, akkurat en það þurft að passa hann á tímabili sko að því að þeir náttúrulega hata fangarnir, þeir eru með svona prinsip þú veist, þú meiðir ekki börn þannig að þú veist, hann var alveg hættu en ég held að eftir hann fann Jesú að þá var hann komið einhverja vini að það oh my god Ert þú með eitthvað Davíð er bara eftir sig eftir þetta já, nú langar mig bara að fara að lemja þennan Krissa minn, sko, veist alveg detailing, sko á hreinu þú segir, Lillu góð já, ég sagði ég ekki talað um þetta endalaust já ég fór ekki eitthvað kafja en Lizzie Borden ég var hérst hana já, ég veit samt ekki mikið hana nei, það er sem sagt til svona nursery rhyme sem er fucking brutal að þetta sé nursery rhyme hún sem sagt drap foreldra sína og þetta var á 1892 sko, það er alveg gamalt mál þar sem hún drap sem sagt báða eða er talin, hún var aldrei sakfelld fyrir það en hún er talin hafa drepið báða foreldra sína með exi eða svona hatchet eða eitthvað svoleiðis og nursery rhymið er sem sagt Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks and when she saw what she had done she gave her father 41 wow. sem að, og þegar að líkin fundust þá voru sem sagt reyndar ekki 40 og 41 þetta var eitthvað svona 18 sinnum cirka og svo sem að fóra á mömmuna og 11 á pappan en höfuðkúpunar voru í beinilins bara klopnar í sundur á foreldra minnar holy moly eitthvað sem bara landi í höfuð á fólki með exi svona eins og nýkin á Glenn já, nákvæmlega í Walking Dead já, akkurat en en já, hann voru aldrei dæmt fyrir það því að sönnunargögnin voru aldrei nóg sérstaklega því að þessum tíma, 1892 að þarna var bara þú veist, löggan kom á staðinn og svo komu nágrannarnir og nágrannarnir voru bara valsum húsið og bara, þú veist, alls konar svona forviti fólk sem að fekk bara ganga og eyðilega náttúrulega öll sönnunargögn eða þessu litlu sönnunargögn sem voru hægt að tína til á þessum tíma og þannig í raun og veru fannst aldrei eða það var aldrei neitt dæmdur fyrir þetta sko en pappinar var mjög ríkur en átti samt heima var algjör nirvill átti þú veist eitthvað $1 million eða var virði $1 million á þessum tíma og
bjó í einhverju hverfi sem var mikið af innflytjendum, kínverskir innflytjendur og svoleiðis og hérna var ekki einu svona með indoor plumbing eða rafmagn eða neitt þó að það var alveg komið á þessum tíma og hérna en sumir halda að þetta sé eitthvað tengt peningum eða eitthvað svoleiðis. Já, ok. Þannig að var aldrei neinn ástæða fyrir eða þú svona Nei, raunin ekki, Þú veist, þau voru ekkert vond við hana eða eitthvað Sko, hann var rosalega weird pappingar Já, ok var rosalega paranoid og keyptu þarna eitthvað hús sem voru 2 íbúðir saminuð í eina og það var engin svona sameigur í mig það var engin gangar minna verið segja á milli herbergja en eitt Þetta var bara, þú ert að fara í gegnum eitt svefnherbyggi til að komast í næsta svefnherbyggi og eitthvað svoleiðis og hjónaherbyggi, það var sér stíi upp að hjónaherbygginu, þannig að komast enginn inn í hjónaherbygginu, maður var lykil og eitthvað svoleiðis og hérna, rosa nójaður pappin, sko. Já, þetta minnir mig á Amityville Horror. Já. Amityville. Já. Sure. Amityville Horror. Núna ertu búin að regla mig Amityville, wow okay. Amityville Horror. Nú þið búin að regla mig líka, ég sagði það réttari á hann Já. Oh my god Amityville Horror. Amityville Horror? Var ekki myndgerðum þetta, var ekki Ryan Reynolds? Jú, það var endurgerðin Já. En það var til dæmis svo hann fer hann á með haglabissu skýtur krakkana sína þau finnast öll óhreyfð í rúmunum það það sem Já, alveg rétt hann líka lappar, skýtur þú veist, þetta ekki hljóðlátt sko Nei, og drepur allar fjölskyldina og allir eru kjurrir í rúmunum enginn að halda þeim eða neitt Nei. það og síðan lappar hann sko á barinn og bara, þetta var ekki ég og eitthvað það var bara, það var einhver annar og allir bara Einmitt. En hérna, ég með sko munið eftir Las Vegas shooting, munið eftir því Nei 2017 Örglóri fleiri en 1 Las Vegas shooting Hvað stóð þennan? bara massacreið Já Hann fer Var, upp var ekki einhver tónlistátíð eða? Jú, það var tónlistarhátíð hann fer með sko til vídeo á þessu með fullt af töskum í svona stóru kerri, svona hótelkerri fer upp og byrjar að bara drita út úr gluggan og hann, ég held að hann skaut sko langt yfir 1000 skotum Shit og hann, sem sagt, þetta hvað 2017 en hvað það, Stephen 64 ára skaut sko 437 manns God damn drap 60 en það voru 867 sem slösust bara út á tróðningi Shit bara hafi ekki séð vídjón á þessu Örglega Jú, ég hef séð eitthvað það er núna, þú getur farið á sko Google og þá kemur map af þessu og þá getur klikkað á vídjóin á stöðunum það búið að merkja allt saman það sem fólk var að taka upp og allt þetta bara geðveikt að horfa á það þannig séð smá geðviki að horfa á það akkurat vissalega bara kvöldið mitt er komið akkurat en já, þetta var ég muni ekki eftir þess þetta var bara Jú, ég man eftir þess að þegar þú segir þetta þetta var bara og þetta er yfir 1000 skot, það var bara vélbyssur svaðalegt Jesus maður líka því að þú veist, það er tónlist og fólk er ekkert að fatta þetta strax Nei, það var Já, flugeldar og annað, lítið Vegas einmitt það er eitthvað vídeo það sem sko, einhver var skotinu hausinn sko það var einhver sem bara blaff og sem bara, já, herðu það er bara skot og sem bara allir niður turblað og þetta já, ég mæli með að Chris að horfa á þetta en mæli ekki með að venjulega mannskja ekki fyrir börnin on my list já, fara aftur í konurnar sko já, fyrir aftur í konurnar ég er líka með fleiri konur Ert þú með, við vorum að hugsa nákvæmlega saman greinilega skulum drulla aðeins yfir konurnar núna sko. ekki veitir af Jane Toppen bandariskona hjúgrunarkona sem játaði 31 morð það var 1895 til 1901 og þá var hún alltaf að sprauta til döða já þetta er alveg var hún nicknamed þarna eitthvað off death eitthvað
Nei, það er önnur, ég tók hana ekki með sko. Nei, ég man ekki hvað það var. Ég tók bara eitthvað sem voru alveg no name sko. Já. Ég alveg bara, þessi er alveg það byrjaði svona láta loft í hérna. Já, einmitt það kemst örugglega ekkert upp sko, strax. Nei, ekki á þessum tíma þetta er 1809 og þú bara lætur loft í hjartað og bara Já, sérstaklega og ert á líknadeild eða eitthvað og allir að býja eftir og degir bara. Já, nákvæmlega. Og hún eitthvað bara, ég skal hjálpa þér. Já, einmitt. Og hún eitthvað bara, I'm a saint. Já. Bara veist, og þetta er það sem ég játaði 31 sko. Hræðilegt sko. Já. Ertu með annað? Ef að láta Davíð? Já, lefum Davíð. Já, ég fór aðeins sko ákvað að taka aðeins svona different route af því að við höfum nú alveg komið inn á svona í öðrum þætti og sem ég nefndi ekki að hlusta á aftur þannig ég ætla til þess að vita hvað við vorum búin að tala en ég fór að skoða bara hvað Going Postal Já, allir heyrt þetta, Going Postal Já, post office Já, og ég fór svona bara hvaðan kemur þetta og og þetta er sem sagt byrjaði 1986 og kemur aðalega frá sem sagt USPS eða United States Postal Service sem sagt starfsmenn sem að skjóta og drepa fólk í fjöldamorðum og frá 1970 til 1997 hafa meirinn 40 manns verið drepnir í einhverju sem er kallað sem sagt Going Postal í sem sagt að minnstakosti 20 mismunandi tilfellum og smá Já, og ég fann nefnilega eina konu þar það var fyrir þessar konur það var, neða, þetta er alltaf 90% kallmenn skilur við en 30. janúar 2006 það er bara 20 ár síðan, 44 ára Jennifer San Marco hún sem sagt skaut og drap 6 samstarfsmenn og í svona postdreifingarmiðstöð eða þannig í Kaliforníu á hún drap sjálfa sig og já, svo er alveg fullt með þetta Going Postal, þetta er eiginlega mjög algengt ekki gaman að vinna þarna Nei, ég myndi ekki vinna sem post í postunum í Bandaríkjunum sérstaklega sko. Og ekki heldur sem kennari? Nei Það eru fleiri sem deyja í skólum heldur en í hernum Já, nákvæmlega Tæknilega er hættulega að fara í skóla í Bandaríkjunum heldur en herinn En það er rosalega margir sem að homeschoola þar Já, eðlilega Shit, bættum mín væri svo vitlaus En það þú sér líka ástandi í Bandaríkjunum Já, it's going down Akkurat Ef ég myndi segja þetta við Davíð bara henni ég ætla bara að kenna bara börnunum mínum heima Davíð væri bara please don't Já, akkurat bara, skulum bara sleppa upp svona því að það bara meikar ekki sens tökka bara, já ok, nice Engin algebra Nákvæmlega Pappi komin í bjór, eða kennarinn fyrir ekki komin í bjór í hádeginu bara svona, herðu þið fá A í öllu The kids are so smart það var svo mikið pappi hjá mér but they're safe dumb and safe Chris, ertu með annað? Eitthvað juicy mál Heyrðu, ég er með juicy mál sem er í gangi núna það eru, hafið þið heyrt tónlistarmanninn David? Já, D4 eitthvað, já, þetta er crazy mál sko. Er þetta rapparinn sem skildi kærastuna sína eftir í Teslunni Já, og málið er sko Case closed Er það ekki? Hún var undir aldrei, var það ekki? Heyrðu, þau byrjuðu saman þegar hún var 11 ára Oh my god Og hann var hvað? Hann er 5 árum eldri en hún Ok, 16 ára Já, en samt og sem sagt hún verður ólétt miðað við skilaboð á milli þeirra 3 sinnum, hún fer 3 sinnum í fóstureyðingu þangað til hún deyr 14 ára 3 sinnum fyrir 14 ára aldur Já og hefur tekið margar svona morning after pill og eitthvað og my god og sem sagt frá því að Teslan finnst, hún var bara í götunni hann býr í einhver svona mansion var að leigja einhver mansion hann í LA og Teslan hans finnst þess að neðar í götunni og það er bara ógeðslega lykt á hennu og þú veist, hún er bara dregin á eitthvað svona impound Tesla, og þar er hún látið bíða þangað til að starfsmenni þar eru bara, þú veist, við getum ekki komið nálægt að spila ógeðslega lykt á þessum bíl og þá finna þeir bara, þú veist, líkið í frönginu bara Oh my god Tróður hann í framskottið? Já, það var pókið þar og í skottinu held ég. Já, ok, já. Af því að það var búið að búta hana niður, sko. Já. En þetta var bara orðið svona sull. Já, akkurat. Þú veist, að það er náttúrulega heitt þarna, sko.
Interessant Ég elska detailin hérna sko. Ég bara fíla þetta í tætlur Þegar hún talaði juicy, það var hún ekki að meina juicy sko. Já, en allavega það liðu þarna margir mánuðir, hann fór á sko tónleikaferð, þú veist hann var á tónleikaferð þegar Tesla finnst og heldur áfram, löggan bara eitthvað, nei hann ekki grunaður og eitthvað svona, nema síðan bara fyrir nokkru mánuðum, ég held að 2 eða 3 mánuður eitthvað, þá var hann handtekinn og nú sem sagt svona pre-hearing á honum og öll sönnunargögnin gegn honum að koma fram, þá sem sagt voru skilaboð, hann sem sagt segir við hana, bara eitthvað, heyrðu, hérna komdu, við þurfum að tala saman því hún búin að vera hótunum að segja að hann sé búin að vera að sofa hjá barni innan gæsalappa, eða þú veist og hérna hann verður náttúrulega brjálaður af því að það myndi eyðileggja ferilinn hans, af því að hann bara up and coming veist, rappari eða eitthvað og hann lætur sem sagt Uber sækjana og keyra hana heim til sín, þá hann búin að kaupa uppblásna sundlaug og svona chainsaw oh my god, og hann sem sagt stingur hana 2 þeir fundu það hann í blúbinu svo juicy sundli Hvernig getur þú fundið það í blúbinu? Ég veit ekki, það var eitthvað heilt kannski beinunum með eitthvað Herðu, það bara smá skurður hérna Já, akkurat Já og þú veist, hann var búin að henda, það fannst sem sagt ekki putti, hún var með sem sagt á puttanum var David tattúað og síðan var annað sem stóð shh og sá putti fannst þess vegna gáttur identifæað hana svona fljótt shit og hann sem sagt gerði þetta allt og hendi hérna vegabréfin hennar og öllu þú veist, einhverju 3 tímum frá Okkur er réttarhöld, okkur ekki bara herðu, það þurfa alltaf, það er allir rétt á réttarhöldum Já I'm gonna fight this How? En þetta er ógeðslega spennandi mál sko Shit sko. En er þetta spennandi? Hann gerði þetta? Já, ég veit, en við höfum eftir að fá að sjá meira skilur. Já, meira alveg hvað gekk á og eitthvað svona Svo hefum við hugsa að þú veist, ok, hann er greinilega búin að plana þetta með því að kaupa sér keðjusög og sundlaugin og svoleiðis Já, og hann sendir á hana líka sem sagt, hérna bara, hei, hvað ertu? Þú komst aldrei með Ubernum Já, ok Hann er svona villa fyrir Ok, það var það sem ég ætla að pæla að því að það er hægt að rekja náttúrulega Uber Já ferðirnar, Einmitt. pöntununa og þú veist það GPS í öllum Uberbílum og eitthvað svona Þessu fokkin vitlega sertu það er mitt málið Sér bara, ég ætla bara að geima líkið hérna í Teslunni minni Teslu, það sem er að myndavélar allan hringin það er mitt það sem ég held þú veist, hann hafi haldið bara, þetta er alltaf augljóst þeir trúaði ekki að ég sé svona heimskur að gera þetta Já, þetta var double bluff Já, ég held að það hafi verið planið sko. Ok, það gæti þetta verið en það má bara sjá núna Þetta er svo Uber stúpid sko greinilega algjörlega þroska þetta en þetta sé líka bara þú veist eins og núna í Gufunesmálinu að hérna með Tesluna þar hvað þú veist það eru alla sannanir í bílnum Já, dómari, það var einmitt ógeðslega fyndið dómari var bara, gátu ekki gert þetta á verri bíl sko. Nei, já, akkurat tekið upp Já Þeir eru með bara allt Þetta er bara svo bíómynd Já, það eru kamerur allan hringin á þér allan tíman sko og hljóðupptökur og allt saman sko það er bara finnst þér 20 pluss ára bíl sko ég væri alveg, þetta er AI þetta er ekki ég hérna herru, ég er með Jonestown muni eftir Jonestown Já það náttúrulega, það finnst mér ég langaði að spyrja ykkur og þetta hann actually, veist hvernig er hægt að sannfæra fólk svona mikið af fólki það dóu hvað 990 minni mig 990 manns sem nei, 919 sem drápu sjálfum sig með Kool-Aid Já en þau skutu náttúrulega restina hérna var ekki Kool-Aid, það var Jú Nei það var ekki Þau drukka eitthvað, eða ekki? Jú, þetta var alltaf talað don't drink the Kool-Aid en þetta var eitthvað annað sem heitir eitthvað annað skilur þetta er Kool-Aid fekk alltaf bad rap út á þetta sko Já, veist, þetta er eitthvað svona svipað eins og
Flavorate, minnum mig Já, eitthvað svo leiðis Fyrir ekki Vá, Höfum þetta rétt hvað er ég? Standur Anyway, Sorry. já Og þá náttúrulega í því dæmi þá kemur sem sagt eitthvað svona borgar fulltrúi svona a senator til að skoða þeirra dót og út af því að það var búin að heyra að það voru einhverja dóp og eitthvað svona í rugli og hann ætlaði að skoða hvort að fólki var í lagi og þegar hann kemur með sitt lið einhver flugvélarna og þá allir að dansa vídeo á þessu, allir að dansa og að borða ógeðslega gaman og bara sína honum bara þau bara yes, við erum svo hamingjusum sem kemur ein kona eða einhver krakki eða eitthvað með bréf til hans bara help us, get us out of here og hann bara og þá kemur það út að það er bara fólk bara við verðum að koma spurt hann bara ég skal redda þessu og þegar hann fer með liðið sitt í flugvélina kemur bíll, bara svona vörubíll með mönnum, með vélbyssur og skjóta á alla og það er vídeo af þessu í alvörinu? Já, og það eru náttúrulega með kamerukrú með sér hann kamerukallinu skotin kamera dettur niður og síðan faraður út úr bílunum og bara dang. Oh my god það er ein aðstoðarkonan hans hún lifir af þykist vera dauð þá hún var skotin nokkru sinnum og einhverjum náðu að flýja tilbaka þá koma þeir tilbaka og þá kemur hann í hljóðkefli bara, það er verið bara að fara að taka okkur öll við erum að fara að splundrast og við erum bara núna þurfum við öll að drekka bara quickly og síðan var upptaka af þessu þannig þegar hann alltaf tóku allt saman upp á hljóðupptöku þegar hann er að segja þetta og síðan náttúrulega er blásýra í ekki kúleitinu heldur hinu Davíð, hvað var það? Flavorate, sorry og hann segir að mömmurnar eiga að hjálpa börnunum sínum að drekka fyrst og síðan alltaf ertu bara að brenna þinnan og og síðan kemur náttúrulega þegar allir það er ekki gott að drekka blásýru sko. Nei, og síðan eru sumir skotnir sem vilja ekki drekka og myndirnar af svona stúrþyrillunum það er bara Já, ég hef séð mynd af þessu það er bara teppalagt af fólki sko. og þú ættir að horfa á heimildamyndina á YouTube þetta alveg bara hvernig hann byrjaði þetta og allt þetta upptökunar, ég var alveg eftir mig sko. þetta er trubla mál, en hvernig getur þú sannfært svona mikið af fólki hvernig getur þú það er bara eins og Manson, hann var líka svona en reyndar, hann var með kallkerfi og allan daginn í þessum litla bæ sem þau bjuggu til sem var heil og þannig, hann var allur fullur af kókaini og var alltaf að sofa hjá bara nánast öllum konunum og hann var bara, þú er bara einhver gaur var giftur hann bara, ég ætla að sofa hjá konunniðinni það er bara vilji Guðs og eitthvað svona, hann bara, ræðilegt sko, út úr kóka hann með byssu bara, praise Jesus Jesus Christ Þetta er það sem Jesús hefði viljað en eins og með Manson Marilyn Manson hann var, ekki Marilyn hann, hinn, Charles Manson Marilyn Manson he's an awful human being reyndar what have you heard hann hefur ekki myrt neitt hann gerði ekki neitt eða þú veist var hann ekki bara svona í að fólk ætti að hann bara svona, fólk var að gera þetta fyrir málstaðinn og eitthvað ég myndi vera eitthvað bara ég tref ekki neitt ég stjórn ekki öðrum ég var eitt þannig ég var bara, fólk er bara vond í kringum okkur ég er bara þú getur alveg sagt Hitler drap ekki neitt true reyndar örglega, hann var náttúrulega fyrir heimsstyrjöldinni hann verður að skota eitthvað þar en tæknilega ég setni heimsstyrjöldinni, hann drap Hitler engan líklega ekki ekki með berum höndum Nei, ég sé það you shall not kill og hann bara stóð við það Jesus
réttlæta það réttlæta það sko Ertu með eitthvað meira? Ég munið eftir næturklúbur í Orlando fyrir 10 ára síðan það var í næstu akkurat það var í júní 2016 það var Pulse já, mann eftir þessu já, þar var sem sagt 29 ára Omar Mateen byrjaði að skjóta inn á þetta er vinsalasti svona gay bar í Orlando tók gísla og eitthvað svoleiðis og eftir 3 tíma svona stand-off við lögregluna þá var hann skotinn þetta var sem sagt einn stæðsta svona deadliest mass shooting í Bandaríkjunum í nútíma sögu Bandaríkjana og hann sem sagt drap 49 manns og 50 voru særðir wow. og já svakalegt 49 manns sem hann drap á 3 tímum já, það ég hef séð nokkuð vídeo og þetta var æðilegt sko. það var rosalegt sko ég leit ekki að svona ekki heldur Robby, sérðu þið? Þessi var skotin í hausinu hérna ég held að ég hef aldrei segið jafn mikið af fólki vera skotið í nútímanum út af símanum mínum maður eitthvað að skrolla og það bara alveg 99% of people won't follow this page maður bam ég var að vakna sko og sjá 2 dána sko þetta er alveg maður verður einhvern veginn svona ónæmur sko já, akkurat nú skil ég hvernig læknar og allt þetta fólk bara sjá svona á hverjum degi og eitthvað og þess að krifja fólk eitthvað þess að vinnur okkar hvernig getur farið svona blob já, nákvæmlega og reyna að finna stungusnári í blobbi já. Þetta er bara flóki púsl hvað siktar þetta það? Örugglega, eða þú veist oi, bara maður Ertu með annarkvæsa? Herðu, ég alveg pottið sko og síðan er meðan þetta skoða þá konurnar sem ég er með eru sko, þetta eru 11 morð, 12 morð 11, þetta eru norsk-amerísk kona Bella Gunness okay. eða Guinness eða eitthvað hvernig stafar Guinness? G-U-I-N-N-S já, ok, þá er þetta Bella Guinness okay. það var ekkert í hérna sko. Okay. og hún var alltaf drepa fólki í Indiana minnstakosti 14 fórnarlömb og hún þetta er eiginlega hærri en þetta er 1884 til 1908 eða þá 1900 til 1908 þar var hún alltaf sko svona lure them svona tæla á til sín, já síðan bara í hús og sundið bara hei, síðan bara stakkur hún þá eða eitthvað kom ekki fram sko hún var ekki það var ekki hún sem að myndin Monster var búin til Charlize Theron var það það var byggt á sannsölu, það var ekki þessi nei, ég tók ekkert frækt sko nei, já en ég með annað mál sem að Krissa er mjög spennt yfir það var Gabi Petito hafið hort á það? Nei. Þetta var sem sagt í COVID þá hafði maður náttúrulega ekkert að gera þannig að þetta var sem sagt hvít, rosasæt stelpa, tvítug sem að týndist og það var bara alltaf út á Facebook bara þessi stelpa týndist í þjóðgarðinum og það voru allir að reyna að finna hana leita af henni og síðan hún var svona internet YouTuber hún ætlaði að verða svona travel blogger og var sem sagt á ferðalagi með kærastanum sínum og síðan loksins nær einn túristi sem sagt í hann á þjóðgarðinum sér bílinn hennar og lætur lögguna vita og þá farið þeir að rekja þetta og þá er sem sagt kærastinn komin heim þau voru saman sem sagt á ferðalagi og hann er komin heim til Orlando eða einhvers staðar í Florida sem hann átti heima sagði hann ekki að þau voru eitthvað að rífast og hann fór bara burt skildi hana bara eftir
og sem sagt, en foreldrarnir bönnuðu löggun að tala við hann þannig að hann var alltaf bara inn í húsi og löggan náði aldrei að tala við hann nema löggan fyrir að rannsaka þetta og þá sem sagt hefur ekkert activity verið á símanum hennar nema hann hefur notað kortið hennar til að komast heim og það sem sagt kemur ljós að löggan stoppaði þau 2 vikum áður fyrir svona domestic abuse, þú veist, þá var hann að, þú veist, eitthvað slá hana og kýla hana og eitthvað og þau senda hana sem sagt í fangelsi eða þú veist, svona fangelsi fyrir að lemja hann fyrir að lemja hann, þú veist, hann sneri sig á hana nema, þú veist, morgun eftir þá kemur hann bara og sækir hana og þau fara áfram á ferðalag og þá sem sagt, þú veist, viku setna drepur hann hana og fer í keyri bara straight, þetta einhverju 25 tímar eða eitthvað í keyrslu keyrir, beint heim til mömmu og og það alveg bara, það bara kamerakrú bara stanslaust fyrir framan húsið þeirra þetta var magnað einhvern veginn nær gæinn að fara út úr húsinu einhverstar út í skó í mýruna hana og hverfur þannig þá farið að leita honum af því það bara 3 metra vatnana og krókudílar og eitthvað og bara löggan finnur hann ekki, það verið að þræða þar og kafarar og allt saman leita á honum nema síðan sjatna vatnið og mamma hans og pappi fara ákveða hjálpa löggan að leita þau labba bara svona 3 metra inn í einhvern runna þannig hann dáinn, búin að skjóta sig með játningabréf löggan búin að eyða hana mörgum vikum ég held þetta hafa verið mánuður sem löggan var að leita á hann sko. Þetta rosa vondlíkt af þessu öllu saman sko. Chris alltaf með conspiracy theory alveg á hreinu sko. En þetta var þú veist, þetta eiginlega svona breytti þú veist svona armchair detective dæminu að því að maður fekk að vera svo mikið það fengi allir að vera svo mikið með í rannsókninni að því löggan var alltaf að biðja hjálp svona svipaði eins og heima í Birnumálinu þú veist, þá svona voru allir að hjálpa staðar en að finna hana og eitthvað og þetta alveg til dæmis eins og Birnumáli ég man ennþá eftir sem maður var að fylgjast eftir hverjum degi, bara vonandi finnst þú nú þetta og líka bara, veist að þetta ég man ekki eftir hafa upplefa svona áður að einhver bara pikkaði upp og myrt þetta var mjög ljótt mál það var að passa upp á stelpunna sínar og konurnar men are awful bara svolítið þannig veist þið svo Breivik hann leika snar sko snældu ruglar hann alltaf drap 8 í sprengingunni og fer þarna á eiguna út ég man ekki hvað, hann draf fullt af börnum 69 úrlíka 69 þetta bara svo hann alltaf að sækja reynslulust kvartar yfir að hann fær ekki internet og eitthvað hann svo bátt í fangilsi hann var eitthvað bara hann lappar að heyra fólk tala þetta sem lifði af þá lappaði hann bara í tjöldin rendu upp og sem var bara allt í nöðu tjaldið bara raukt að innan, bara blaff og var með haglabissu og bara bara svona og tók einhvern hóp einhverja 10 manns það var náttúrulega lögreglubúning og lappaði með þeim í einhverju skemmu og skaut á öll leiðu við komin inn og það bara þetta er hræðilegt ég held að þetta hafi verið einhverju 3 tímar sem hann var að lappa eiguna fólk að syndi í burt hræðilegt þetta með þess að ég hef ekki eins og lagt í að horfa á það kom einhver mynd þetta eða eitthvað ég hef ekki eins og lagt í að horfa á þetta er alveg ég er alveg til í svona gór sko, en mér finnst þetta eitthvað ógeðslegt þetta er einhvern veginn svona too close to home sko, þetta er svona svipað eins og þess vegna erum við ekki að tala um ég talaði um þetta mál en veist eins og school shooting sko. það er svona alveg close and personal og þetta er bara bönn alveg bara nákvæmlega eins og þegar fólk er eitthvað bara allir í Bandaríkjunum þurfa að vera með byssur sko. AK-47 eða hvað byssa var aftur AR-15 AR-15 þegar ég fór
með konunni og díunu og hérna Sigga þá fengum við að prófa þessa byssu sem notum mest og þetta ekkit sjálfsvarnar kvikindi ekki fyrir 5 nei. Þetta bara enginn að þurfa að nota þetta sko. Nei til að passa hérna upp að fjölskyld þetta veiðibissa mín það ekkert eftir að dýrun bara ekki neitt hún fella hálfan skógin við að skjóta þessa kaninu sem þú varst að skjóta sko. það bara ég fann eira nákvæmlega trén liggjandi og svo bleikt mistur í loftinu bara what happened já, akkurat it's a hunting rifle já, ég hef skotið af mitt AK og AR-15 og Uzi og eitthvað svoleiðis út í skógi hérna fyrir utan Litáin sinni og þetta er ekkit home defense nei það er enginn að eiga þetta nei bara, og sérstaklega þegar bandaríkjumenn eru bara já, ef allir væri með byssa á sér þá væri enginn að skjóta maður eitthvað leið síðan kemur löggan og hvað þá? Já bara hver vondikallinn? Allir með byssur og það hefur komið fyrir það var einhver sem var að fara að skjóta þess að vondikallinn og löggan skaut hann því þeir koma að staðinn og sjá hann náttúrulega já, nákvæmlega bara, við hverju bystu? Hleyfti burtu það reyndar gerðist um daginn búið í Bandaríkjunum ég sá reyndar um daginn, þar var einmitt einhver sem í Bandaríkjunum einmitt sem var brjálaður, var að veifa byssu og skjóta eitthvað til loftið og kemur annar óbreyttuborgari með byssu með hljóðdefi og öllu saman og skýtur hann sko bara að því að gengur með þetta bara akkurat og hann er bara í algjöru sjokki í dag sko þú veist bara átt að segja á því hvað hann er að gera þú veist, þó hann hafi verið að þú veist, bjarga lífið þarna skilur, hann var samt í skautmannesku og þetta er gæi sem var búin að vera á YouTube vera með alls konar svona myndbönd þar sem hann er að skjóta okkur kínur og eitthvað svona, þú veist, alltaf æfa sem í byssuna sína og þú veist, þannig fekk hann tækifærið, skaut eitthvað og líður bara núna, hefur ekki sofið í 2 vikur skilur, bara nei, nákvæmlega og þegar þú veist að gera þetta einhverjum býst þetta er bara eins og úlingar í dag, þú veist, allir með hnífa til að verja sig ef enginn er með hníf þá þarfst ekki hníf til að verja nákvæmlega þetta er fáránlegt og líka úlingarnir sem hafa eða veist, ungu mennirnir sem hafa verið teknir með hníf á sér og hafa stungið einhvern ég ætlaði ekki að drepa hann ég ætlaði bara aðeins einmitt þú þarf bara rétt að stinga vitlaust akkurat hversu vitlaust getur þú verið ég ætlaði bara aðeins munið eftir hérna B5 þeir hlupu niður og voru að stinga guruna maður eitthvað bara þú ert að stinga nokkru sinnum þetta er hræðilegt hvað geta þær ekki bara kýlt þér í gamla dag og lappaði burtu nákvæmlega sko þetta er þungu þáttur það er verið gay pride svona í lokin hvernig hérna ætlaði að kíkja gay pride já, öruglega það ekki? já, ég veit ekki ég veit ekki, já, getur vel að maður kíkja þess já, sína stuðning já, það ekki? jú, klárlega alltaf til í þetta bara vonar að þetta fara allt friðsamlega fram það náttúrulega var ekki gaman í gay pride í Berlín núna daginn nei, já og hérna á Noregi í fyrra, minnum mig já en að maður vonar að þetta fari bara allt saman friðsamlega fram já, svona pínu smekur við það bara hverju voru það? sem voru einhver, veist voru eitthvað, ég eftir að heyra þetta í Berlín? já, hvað gerist? ekki keyrt á okkur fólk já, það var keyrt já, ok það er allan allt lokað hér hefur engin tækifæri til að já, vonandi að það sé búið að byrja þetta nú vel og ég efast ekki að löggan sé vel á Varbergi sko, þannig að það er bara vonar að vera ekkert en þetta er bara svo gaman, ég fór í fyrra þú veist, og þetta er bara, þú veist, maður bara prumpa glimmeri bara eftir að vera þarna sko. akkurat nákvæmlega já, þetta er alveg gaman sko, já, algjörlega á að vera þokkalegt þeir, á að vera þurft í dag já. En ég er svo forvitin okkur er, veist, gaman að sjá alla veist, á hérna í skrúgöngunni geggja gaman en okkur er BDSM þarna ég skil það ekki alveg er það ekki fettis? Ég myndi halda það Jó veist, ef allt fettis er veist, ætti ég þá að vera með svona bíl bara hérna, veist, með svona golden showers með svona dúkku sem er að pissi yfir mig spreyjandi hlandi yfir áhörandi með svona stóran dild og svona mér finnst það svona eina sem er ekki að passa það inn sko.
nákvæmlega, sko ok, má ég fara pínulítið rand, bara stutt Já, sko, samtökin Please do nei, sko, já, LGBT samtökin Já. voru ekkert hrifin af því að fá BDSM inn í nei. einmitt af því að þetta bara já, þau Ok. bara, þú veist, að margir voru allan að þannig bara að þetta á ekki, þú veist, you do you Já, en þetta á ekki endilega algjörlega. heima hérinn Nei, akkurat en það sem að mér fast fucked up vitið þið hvað MAP stendur fyrir, MAP Nei, þau eru með sín eigin fána Map. og vildu komast inn í LGBT samtökin Hvað er map? globally, minor attracted person minor attracted person Vilja þeir komast í fólk sem er hrifið af börnum Nei, hættu þau eru með sín eigin fána þau vildu komast inn í LGBT Nei, við samtökin viljum ekki tafa það fólið nei, enda voru þau bara fuck nei, What? ég veit það Hver segir viljandi að hann sé í þeim samtökum? þetta er bara þau eru að reyna að láta normalisera þetta Já, einmitt þau eru að reyna að láta þetta líti út bara, þú veist, herðu, kall má elska annan kall okkur má ég ekki elska barn af því að það er fucking Já, ógæðslegt Það var bara akkurat í það er allt í Að því. spurningunni já. Þú veist, You það er answered hópur af your own fólki sem að question. hugsa Ég hef svona aldrei heyrst þetta er hræðilegt nei, ég er nefnilega að heyra þetta af því að strákurinn minn er rosa mikið í Roblox og svona Já, og það er fólk sem að inni sem er að veiða fólk börn Oj. og og það er oft með MAP í sem sagt usernameinu og karakterinn þeirra er með þess að með þennan MAP fána sem sagt litum Í karakterinn alvörunni? sem er að nota í Roblox Og er bara stjórnandi Roblox bara leifum þetta ha? Oh my lord það er youtuber sem að var rosa mikið í Roblox sem kallar sig Slepp sem að var að opinbera þetta og var að benda Roblox á þetta Já, bara herðu, það er þess og þess og þessi, hvað er það að gera og eitthvað svona og hann er að tala um þetta á YouTube og svoleiðis hann er Roblox ákveður að banna bara Slepp honum er hent út á Roblox af því að hann er að benda á þetta já og það er bad advertising fyrir Roblox þannig að þau bönnuðu hann Holy Já. shit, En ekki þetta fólk shit þið okay. getið googlað þetta, bara map eða karakter Roblox eða eitthvað svoleiðis þá sjáu þið þennan fána Sko, ég held að þessi þáttu gæti ekki verið darkari sko. Ég ætla að enda á góðum nótum það við bara jarða það Dark and twisted já, það er að gefa, þú veist, svona fólk má alveg Já, okay. Endilega farið fara yfir til græna Roblox torfu já, Þannig kann- vini barnan ykkar já, já, Eða bara sleppi að senda þér Roblox já, Herðu, en samt Happy Gay Pride sorry Happy Gay Pride. Herðu, bye Æ, Herðu, Krista, takk fyrir komuna Já, takk fyrir komuna. Bye. Æ